Farlega fólk nær og fjær. Tríó Akureyrar og Ella Vala Ármannsdóttir glödd okkur með Lilli Marlene hér í upphæði þáttar og þau ætla líka að loka honum á eftir. En þetta auðvitað föstudagsþátturinn sem að flýgur af stað. Við hefjum hann eins og venjulega á því að reyna að vera svolítið svona jákvæð og glöð í sófanum með fréttir vikunnar og til mín eru komin þau Ágúst Ólafsson og Anna Hildur Guðmundsdóttir. Verið hjartanlega velkomin. Já, takk hérlega fyrir. Takk. Þú hefur fengið memóið. Já, bleik og ég hafði fyrir því að finna eitthvað bleikt. Já, akkurat. Því að auðvitað vill maður vera með. Já, þeir eru rosa mikið eins og fatadeildin í Hagkaupum. Þú veist, bleiktir í stelpurnar, blátt fyrir strákana. Ég fekk ekki skilaboðin sko, þetta er sennilega sett upp einhvern veginn því að hún fekk skilaboðin ekki ég, þannig að þú ert búin að búa til upphafsatriði með aðeins að vekja athygli á því. Þetta. Ég bara allt í einu fattaði svona þetta bleika og bláa þema hjá stelpum og strákum. Við þolum það ekki á mínu heimili. Ég á 2 stelpur, önnur vill alveg ganga í svona sko, hinn vill ekkert nema blátt. Það er bara þannig. En er þetta ekki búið? Ég á reyndar sko ekki ungbörn lengur. Er þetta ekki búið að strákar séu bláar og stelpur rauðar eða bleikar? Er þetta ekki? Jú. Við skulum segja þetta sé að skána. Já. En þetta svona, það örlar á byggla á þessu eitthvað sko, en ég held að ungt fólk í dag er miklu meira meðvitað og svona meðvitað hvernig hlutin er að vera. Já, nákvæmlega. Svo bara hafa börn sína skoðanir. Já, einmitt. Og það eru svo flottar skoðanir líka. Já, það er mjög hressandi. Við eigum að hlusta á þau sko. Já, svo fremur að þeir verði ekki, já, einmitt, allavega. Við ætlum ekki að opna þetta. Síðastliðin vika, það er búin að vera skín og skúrir. Já. Allavega hjá landsliðunum okkar. Já, svo sannarlega. Það var grátlegt tap hjá konunum okkar úti í Portúgal. Þetta var alveg bara voðalegt. Þetta var hetjuleg barátta en það er óþolandi þegar að úrslitin snúast fyrst og næst eina manneskju. Já, þetta var ofsalega skemmtilegu leikur og fullt af færum en svo gerist bara, það komið framlengingu og allir þreyttir og þá detta mörkin inn en er þetta virkilega besti kvendómar í heimi? Sko, ef þú ekki bara orðað þannig að toppfólk á öllum stöðum getur átt lélegan dag í vinnunni en þrjóskan hins vegar að geta ekki tekið hollráðum annarra eins og til dæmis með bæðum í vítaspyrnudóminn og þetta rauðaspjald, þetta er bara svo sá maður alveg að hún var pirruð. Já. Þegar hún var að hlaupa hann alltaf að skoða var, maður sá alveg að hún var, þetta var ábyggilega ekki góður dagur í hennar lífi. Nei, hún er ekki mætt vel stemd. Nei. Ég spilaði fótbolta í ansi mörg ár og fékk reyndar aldrei rautt á ferlinum en ég veit ekki hvað ósköpum hún var að meina með því að dæma rautt spjaldurnar. Nei, ég held að hún hafi, rétt á hún fór inn og þá held ég hún hafi lesið reglurnar frá 1978 og það er það sem er satt eftir. Þetta var mjög skrítið. En svo getur maður verið fúll og velt fyrir sér ef við hefðum fengið heimaleik og þú veist færiskan eða norskan dómara, hefur það breytt einhverju? Nei, þetta var bara þá leiðina, já. En við skulum hægt að vera súr. Við erum glöð yfir því að handboltastrákarnir ekki bara, unnu heldur, gjör unnu. Já, þetta var bara flottur leikur líka. Það var bara kraftur í þeim og ótrúlegustu menn bara gerðu góða hluti. Það er bara, eins og þú segir, ótrúlegustu menn, þetta eru bara ungu menni sem eru orðnir fullorðnir. Algjörlega stórkostlegir og það verður ofboðslega gaman að fylgjast með þessu landsliði, sko. Já, það er þannig að þetta er í góðum svo mikil breytt. Það er það sem er svo geggjað, sko. En eina ferðina er Guðmundur Guðmundsson kominn sýna okkur hvað hann getur, sko. Hann er refur, hann er ótrúlega stórkostlegur, sko. Þú varst glöð í síðustu viku og þitt fólk, þið voru haldið upp afmæli. Já, við urðum 45 ára. Heldum stóra hátíð í Háskólabíó. Þessi ráðherra kom og við heiðruðum starfsmenn og veittum fyrirtæki sem hafa stutt okkur viðurkenningu og svo bara rosalega flott tónlistaveisla. 800 manns mættu og við bara fögnum lífinu. Sko. Þetta er semst S.A.A. Já, ég er semst formaður S.A.A. Akkurat. Og þvælist á milli landshluta. Akkurat. Ég verð að deila með þér að það skrítnasta sem við hálfvitar hefur lent í er að við spilum einu svona árshátíð S.A.A. Við vorum ekki á heimaðurli. Nei. Öll okkar lög held ég snúist bjórdrykkju. Já, og eitthvað. Það var svona aðeins að vera þungskýjað.
Þannig að sko hefði átt að hérna lesa textan og hlusta þess á einhverju smá sem áður þau bókuðu. Alveg mögulega. En við getum náttúrulega virkað sem forvarnar hljómsveit, þú veist, viljið þið vera svona? Já. Það getur virkað þannig en... Þetta var rosa gaman og alltaf á maður að gleðjast yfir góðum hlutum og það að vera 45 ára er bara frábært, sko. Ef að gleðast yfir frétt sem að sumir segja verið frétt ársins þegar að sjúkraflug lendi hér frá Spáni í gær. Ég heldur betur. Með það Sigur Kristinsson innanborðs. Það var falleg stund og hérna og við Óðinn Svan kollegi minn tók alveg óbúslega flott viðtal við dóttur hans sko. En á Rúnu. Þetta er hérna, það er útrúlega að lendi í þessum aðstæðum. Já. Og að sko tryggingar og annað skuli ekki hérna standa sterkar við bakið og okkur en þetta sko. Nei, þetta er svolítið galið að finna sig, að vera að berast fyrir lífi einhvers og það er einhvern veginn batterið sem að er fyrir manni. Computer says no. Computer says no. Maður verður svo máttvana og reiður í hérna magleysi sínu en svo á þetta svona dásanleg og farsæl endalok að hérna þegar fólk hjálpast að. Já, og þetta líka sko einmitt að þegar það er náttúrulega í rauninu 2 tilvik, það er Gísli líka í síðustu viku sko. Og það upphafi að þessu og stuðlar að því að hann náttúrulega kemst heim, skilurðu. Og það er líka þetta ótrúlega að það þurfa að verða fréttamat til þess að eitthvað gerist, skilurðu. Og svo bara það að við, veist, fólki sjálft þarf að gera þetta. Já. En þetta er líka, ég hef nú reyndar verið mikið hugsið yfir sko að það sé ekki í lagi að liggja á velþróuðu og góðu sjúkrahúsi í útlöndum sko. Að þú þurfir að koma heim til að fá alveg lagsþjónustu. Þetta finnst mér mjög skrítið sko. Þetta er mjög skrítið og sann að sagna aðeins að vera, þú veist nú, vill ekki vera leiðilegum, þetta var falleg saga að hann kom heim en einhvern veginn, þú veist, les maður nú ekkert með neitt gleðibróð sem maður sér, þú veist, arður síðasta árs hjá XX tryggingafélögum þegar að svo þetta er viðkvæðið þegar sko að það virkilega verið að telja baunir þegar það snýst mannslíf. Maður svona, hvaðan kemur þessi hagnaður? Þetta er nú ekki daglegt brauð að það þurfi neyðarflutning með fólk Íslendinga frá útlöndum hingað heim sko. Það er nefnilega ekki. Nei. En hérna lofa að fólk er komið heim. Eins og hún sagði að þetta var eins og kvikmyndahandrit sem endaði vel. Já. Og þvílíkur feginleiki. Já. Og maður var alveg klökkur þegar maður sá, og þegar ég las fréttina og fann ég alveg svona bara í hjartan, ég bara, guðsilof, veist. Akkurat, þetta er mannslíf. Já, þetta er þannig. Þetta er alveg þannig. Hvað fleira? Já, herðu, við náttúrulega erum nýbúin að fara í okkar aðra rauðu viðvörun á stuttum tíma. Já. Og hérna, það kannski ég hughreysti fólk, það er ekki víst að það verði fleiri fram að áramótum allavega að þessar 2 rauðu viðvörun sem hafa komið hafa heitt bæði á helgar þegar við hálfleitar við erum að spila sikur landsvotinu. En við erum ekkert að fara að spila meira. Þannig að það sannilega verður bara gott við hér eftir. Ertu þá að meina að það hafi einhver sett þetta af stað til þess að þið hættu að spila eitthvað? Ég bara, nú er spurning hvað eru orsök og afleiðing, ég veit það ekki. Hvort það var sett og fólk getur bara verið innlyksa og haldið áfram hlusta eða hvort þetta er divine intervention að við eigum ekkert að vera að þessu, ég veit það ekki. En það var alltaf frábært bara hvað var allt undirbúið og hvað búið að láta okkur vita og ég held að fólk hafi bara verið sko, tekið mark á þessu sko. Já. Og það skiptir ótrúlega miklu máli sko. Ég þvældist nú pínu í vinnunni varðandi þetta, bæði sko vikuna fyrir þegar að fyrir sem bændum þegar voru að hýsa kindurinn sína á lömbin og passa að þau er ekki í vondu veðri og svo var ég reyndar á ferðinni í þessari rauðu viðvörun allan sunnudaginn líka og það var nú ekkert sko, en það sko það spáði ekkert ofboðslega vindi, það spáði fyrst og fremst mikill úrkomu og það gekk heldur betur eftir og þvílík úrkoma sem við upplifðum þennan sunnudag. Já. En svo reyndar á sumum svæðum var það alveg snælduvill stöð sko. Já, þetta fór svolítið sko, eins og ég held ég hafi skrifað á Facebook, óþarlega vestlæg þessi norðanátt. Hún var leiðileg heima en annars held ég að það hefði bara sloppið nokkuð vel. En við fengum náttúrulega snjó í framhaldinu sem þýðir hálka, sem þýðir þessar landsfrægu raðir í dekkjaskiptin. Eru þið negld? Heyrðu, ég setti vetrardekkin í skottið í morgun. Já. Og í þeirri von að ég
fái umfelgun einhvern næstu dag. Einhvern tímann fyrir jól. En annars þarf maður sko að hætta í vinnunni í heilan dag og bíða sko. Já. Ég hef stundum blikkað nokkra bara með því að fara með bílinn að morgni og fá skiljan eftir sko. Já. Og hann kannski konum vetrardekk þegar vinnundag lokið en kannski ekki. Okay. Þannig að ef maður á bara að panta greinlega umfylgjum svona seinnipartinn í ágúst, þá ertu klár með að fá tíma, sko. Já. Ég er sko gift sjómanni, þannig ég var komin annar bílinn hjá okkur var komin á vetrardekk, þannig hann var búinn að fylgjast með veðrinu og svo er ég að heilsástekkjum að hinum. En ég þarf að vera, því ég býð þannig, býð upp í Kringlumýri og það er náttúrulega rosa brekka þarna niður. Þannig að það er eins gott að vera á góðum dekkjum svo ég keyri ekki inn í eitthvað hús. Já, ég er ekki vissum að þeir verið vel tekið. Nei, ég held að nágrannir myndi bara, nei, heyrðu, ég vil ekki að þú komir heim svo. Ómögulega, takk. Það voru bílar að lenda út af í morgun sá ég einna sem að skutlast í tjörnina í Reykjavík og auðvitað, menn er svo búin að vera í vandræðum á fjöllum, það er búið að snjóa núna á fjöllum í einhverju helgar, sko. Og svo er þetta lúmsk hálka. Já, þetta er mjög varasamt. Núna, þú veist, eins og í morgun, hún var lúmsk. Svona glær, maður heldur þetta sé bleita en þetta er svell. Akkurat, ég mitt, barnið mitt var að hlaupa í veg fyrir skólarútunni í morgun, þess að tímaskinnið er lítið. Þá leit út í gluggann og sagði, nei, þetta er allt í lagi, það virðist hafa ringt. Og hún hljóp út og svo sá ég bara, þá áttaði mig á því þetta væri ekki rigning. En veturinn er kominn. Já, hann er kominn, sko. Veturinn er kominn. Og já, ég er negldur og þið eru klár, þannig að þið eru tilbúin fyrir veturinn. Það er gott, það þurfum við ekki að ágjöra því. Hann má koma okkar vegna þess að hann kemur alltaf og það kemur ekkert óvart. Nei, við erum alltaf einn hissa. Það fá allir sömu hugmynd í einum að ná sér í dekk. Menn þetta vonast til þess að því að þetta búið dásamlegt haust, mestu leyti. Við vonast auðvitað til þess að dásamlegt með 2 rauðum viðvörunum að vísu, en svona mestu leyti og þá vonar fólk að svona verði þetta nú bara kannski til áramóta, sko. Að lokum, ætlaði að gera eitthvað helgina? Heyri, já, árshátíð Akureyrarbæjar. Já? Sko? Bara ekki fengið að halda árshátíð síðan fyrir COVID. Þannig að það er búið að fresta þessari árshátíð, ég veit ekki hvað oft, en hún verður helgina. Þannig að ég sem fyrrverandi starfsmaður, af því að svo stutt síðan ég í raun og veru hætti, eða ég fór í leyfi, ég fæ að fara, þannig ég er rosalega spennt. Okay. Ég þarf sennilega að nota vetrardekkin leiði við fjöll. Ég er ekki alveg á hreinu en væntanlega að fara til Reykjavíkur. Verða þar helgina, sko. Þannig að ég svona, ég býst við því að það verði brunað suður á laugardagsmorgun. Þá ætla ég að vera búinn að koma dekkjunum undir. Og keyra varlega. Þá segi ég bara farið varlega og góða skemmtun. Takk fyrir komuna. Takk fyrir það. Og við höldum áfram eftir skamma stund.